og býð ykkur velkomin á kynningu töku ellilífeyris. Tryggingastofnun þjónustu- og greiðslustofnun almannatrygginga og heyrir undir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Hlutverk Tryggingastofnunar að þjónusta viðskiptavini og greiða í samræmi við réttindi. Grundvöllur réttindi til lífeyris og tengdra greiðslna í lögum almannatryggingar. TR setur ekki lög eða reglugerðir og ákvarðar ekki fjárhæðir greiðslna. Á Íslandi svokallað þriggja þrepa kerfi. Það sem sagt almannatryggingakerfið þar sem fólk getur átt rétt á grunnlífeyri og réttindi til þess byggja á búsetu á Íslandi. Síðan það skyldubundinn atvinnutengdur lífeyrir þar sem Síðan það skyldubundinn atvinnutengdur lífeyrir þar sem réttindi byggja á atvinnuþátttöku. Svo það viðbótarlífeyrissjóður og sá sjóður byggir réttindi einstaklinga á atvinnuþátttöku en það val fólks að greiða í viðbótarlífeyrissjóð. Ellilífeyrir almennt greiddur við 67 ára aldur en hægt að byrja við 65 ára aldur gegn varanlegri lækkun. Sjómenn geta átt rétt á ellilífeyri við 60 ára aldur. Þeir þurfa að hafa stundað sjómennsku í 25 ára eða lengur og fjöldi lögskráðra daga á sjó þarf að lágmarka ná 180 dögum á þessu 25 ára tímabili. Réttur til ellilífeyris ávinnst í samræmi við búsetu og getur lækkað vegna búsetu erlendis. Ellilífeyrir á Tryggingastofnun tekjutengdur þannig að eigin tekjur lækka ellilífeyrir. Fjármagnstekjur teljast sem sameign hjóna og sambúðaraðila þannig að helmingur fjármagnstekna hefur áhrif hjá hvoru fyrir sig. Þau sem 65 ára og eldri og hafa átt lögheimili á Íslandi í minnst 3 ár geta átt eitthvað rétt á ellilífeyri en almennt myndast réttur við 67 ára aldur. Réttindi byggð á búsetu. Fólk þarf að hafa átt lögheimili í að minnst 3 ár á Íslandi til að eiga eitthvað rétt á ellilífeyri. Full réttindi miðast aftur á móti við 40 ára búsetu á Íslandi og aldursbundnu 16 til 67 ára, þannig að hægt að búa erlendis í alltaf 11 ár án þess að það lækki réttindi. Reiknað út frá búsetuhlutfalli þannig að til dæmis einstaklingur sem býr á Íslandi í 20 ár öðlast til dæmis 50% rétt. Og að heimasíðan okkar við með reiknivél þar sem hver og einn getur sett inn sínar forsendur og reikna út hvaða mögulegu réttindi það ætti hjá TR. Þær upplýsingar sem fólk þarf að hafa til reiðu upphæð tekna sinna fyrir skatt og hversu mikið hlutfall skattkost það með nýta sér hjá TR. Full réttindi á mánuði frá 1. janúar 2025 ef aðrar tekjur innan frítekjumarka eftirfarandi. Ellilífeyrir þá 347.521, heimilisuppbót 87.817 og samtals gera þetta 435.338. Tekjum skipt upp í 4 hluta, þar segja atvinnutekjur, lífeyrissjóðstekjur, fjármagnstekjur og aðrar skattskylda tekjur. Mismunandi reglur gilda útreikninga og frítekjumörk og alltaf reiknað á ársgrundvelli. Viðmiðunartekjur þær tekjur sem notaðar til útreiknings þegar búið að taka tillit til allra frítekjumarka, sem sagt allar tekjur sem viðkomandi hefur og búið að reikna inn frítekjumörk. Hérna við með dæmi slíkt. Þessi einstaklingur með lífeyrissjóðstekjur og atvinnutekjur og það mismunandi frítekjumörk sem gilda þessa 2 tekjuflokka. Þessi einstaklingur með atvinnutekjur upp á 300.000 og það 200.000 krónar frítekjumark á atvinnutekjur sem þýðir að 100.000 krónum af atvinnutekjunum hefur áhrif á greiðslur hjá TR. Síðan með lífeyrissjóðstekjur upp á 100.000, frítekjumarki 36.500 sem þýðir að 63.500 af lífeyrissjóðstekjunum hefur áhrif. Þannig að heildarviðmiðunartekjur 163.500 krónur hjá þessum einstakling. Það einhver réttur til staðar til ellilífeyris ef heildartekjur undir rúmlega 808.000 á mánuði. Einnig einhver réttur til staðar til ellilífeyris og heimilisuppbótar ef heildartekjur undir rúmlega 774.000 á mánuði. Best að nota reiknivélina til að sjá hver möguleg útkoma Frítekjumörk á árinu 2025. Þá almennt frítekjumark á allar tekjur, sem sagt fjármagns- og lífeyrissjóðstekjur, það 36.500 á mánuði.
Sérstakt frítekjumark vegna atvinnutekna er 200.000 krónur á mánuði og ef tekjur fara umfram frítekjumörk er 45% skerðing á greiðslum. Og tekjur umfram frítekjumörk skerða heimilisuppbót 11,9%. Hér förum við aðeins yfir umsóknarferlið, þá er það að sækja á island.is og í umsóknarferlinu þarf að skila inn lífeyrisskatt og fylla út tekjuáætlun. Greiðslur hefjast síðan fyrsta dag næsta mánaðar eftir að sótt er um. Hér er eitt dæmi um það hvernig lífeyrisskatt getur litið út. Fara þar inn á mína síður hjá einhverjum lífeyrissjóði og taka skjáskot af þessari lífeyrisskatt og senda með þegar umsóknin fyllt út á island.is. Hérna eru upplýsingar varðandi tekjuáætlun. Ávallt er miðað við árstekjur. Undantekning er það ár sem byrja á greiðslum. Þannig að tekjur sem hún fær fyrir töku ellilífeyris hafa ekki áhrif á útreikning. Heildarupphæð í hverjum tekjuflokki er reiknuð og deilt á fjölda mánaða þegar greiðslur eru endurreiknaðar fyrir árið. TR gerir tillögu að tekjuáætlun komandi árs og birtir í desember og mikilvægt er að hver og einn fari yfir tillöguna og breyti ef þörf er á. Hægt er að óska eftir einni greiðslu á ári og það getur hentað þeim sem eru ekki að reiða sig á framfærslu frá TR. Það er gott að leggja það á minnið að fylgjast með í desember og maí. Og í lok desember er gerð tillaga að tekjuáætlun og greiðsluáætlun fyrir komandi ár birt á mínum síðum. Og í maí er gert uppgjör vegna síðasta árs þegar skattframtal liggur fyrir og niðurstaðan birt á mínum síðum. Hægt er að sækja snemmtöku ellilífeyris frá 65 ára aldri gegn varanlegri lækkun. Skilyrði er að samþykkt hafi verið umsókn greiðslu lífeyris frá öllum lífeyrissjóðum þar sem umsækjandi á rétt. Varanleg lækkun er reiknuð út frá tryggingafræðilegum grunni. Til dæmis ef töku ellilífeyris flýtt 24 mánuði nemur lækkunin 12,24% sem þýðir að réttur til greiðslna er 87,76%. Taka ellilífeyris eftir 67 ára aldur getur leitt til varanlegrar hækkunar ellilífeyris. Fresta þarf töku lífeyris úr lífeyrissjóðum samhliða töku ellilífeyris frá TR til að eiga rétt á hækkun. Heimild til þess að fresta töku lífeyris er til allt að 80 ára aldurs. Hækkunin er byggð á tryggingafræðilegum grunni sem gerir það bil 0,5% hækkun fyrir hvern mánuð sem fólk frestar töku lífeyris. Ellilífeyrisþegar geta sótt heimilisuppbót ef þau búa ein, eru hvorki gift né í sambúð og njóta ekki hagræðis af því að búa með öðrum. Hjón geta skráð sig á sitthvort lögheimilið en réttur á heimilisuppbót er ekki til staðar hjá hjónum. Heimilt er að greiða heimilisuppbót til lífeyrisþega ef maki dvelur á stofnun fyrir aldraða. Önnur réttindi geta til dæmis verið hálfur ellilífeyrir á móti hálfum lífeyri frá lífeyrissjóði. Krafa er þá alltaf 50% atvinnuþátttöku og þar gildir hærra frítekjumark en í hefðbundum ellilífeyri eða 325.000 krónur á mánuði. Þetta er hugsað fyrir sveigjanleg starfslok. Einnig erum við með félagslegan viðbótarstuðning við aldraða. Það er félagsleg greiðsla til þess að mæta búsetuskerðingu og kemur í stað fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga. Krafa er gerð varanlegt dvalarleyfi og er þessi greiðsla ekki greidd úr landi. Greiðslur eru að hámarki 90% af ellilífeyri. Þá förum við aðeins yfir réttindi erlendis. Þau sem hafa búið eða starfa í öðru landi geta átt rétt á lífeyrisgreiðslum frá því landi. Réttindi eru til komin vegna samninga á milli landanna. TR kannar rétt einstaklinga vegna búsetu í EES eða EFTA-löndunum. Umsóknin er á mínum síðum og heitir umsókn ellilífeyri frá öðru EES-ríki. TR sækir réttindi í Bandaríkjunum og Kanada sé þess óskað og upplýsingar varðandi þetta er á tr.is. Afgreiðslutími umsóknar sem sendar eru til annarra landa getur verið allt að 6 mánuðir. Greiðslustaðfesting berst mánaðarlega á mína síðu TR og hún sýnir upphæð sem viðkomandi á rétt á, þær forsendur sem framkoma í tekjuáætluninni og útreikning miðað við fyrirliggjandi forsendur. Mikilvægt er að skoða greiðslustaðfestinguna hver mánaðamót.
Hér eru upplýsingar þjónustuleiðir og upplýsingagjöf hjá okkur hérna í Tryggingastofnun. Hægt að fara á mína síðu TR. Það opið hjá okkur alla virka daga milli 10 og 3 í þjónustumiðstöðinni hérna í Hlíðarsmára 11. Hægt að panta viðtal í gegnum Núna appi þegar byrjað að huga töku lífeyris. Við erum einnig með fulltrúa hjá sýslumönnum land allt og hægt að senda fyrirspurnir í gegnum mína síður. Inn á mínum síðum finnir þú leyninúmer sem þú þarft að hafa við hönd ef þú ætlar að hringja inn til okkar. Og inn á island.is eru einnig upplýsingar ellilífeyri og þar líka hægt að sækja ellilífeyri. Þá þessari yfirferð lokið og við þökkum fyrir okkur og bara gangi ykkur vel.